Við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum komið hérna í setti til okkar fólk sem kemur að aðþáttaseríunni svokölluðu og eru að austan. En áður en við spjallum við þá skulum við sjá smá skilaboð frá að fólkinu okkar. Komið sæl og velkomin í Norðan, þáttinn sem við köllum hryggjastykki í dagskrá N4. Þáttinn sem hefur verið á dagskrá allt frá upphafi stöðvarinnar. Við erum afskaplega þakklátt öllu því fólki sem hefur hleypt okkur inn í líf sitt og leyft okkur að deila sögum sínum með þjóðinni. Við ætlum að heimsækja enn fleiri Norrlendinga í vetur, allt frá Borðeyri til Bakkafjarðar og sýna ykkur afraksturinn hér á N4 á þriðjudögum og fimmtudögum í vetur. Það þarf ekkert að vera dyrabjall á öllum húsum, það getur vel verið, það er ekkert. Já, núna þegar ég sé þetta svona close up þá er nú sennilega enginn hér, en það er nú kannski heldur óvenjulegt því að eiginlega á hverjum einasta stað á Vesturlandi er skemmtilegt fólk og sem tekur alveg óbúðslega vel á móti okkur og býður okkur jafnvel eitthvað gott að borða eða eitthvað annað skemmtilegt. Við ætlum að halda áfram, alltaf á mánudögum, klukkan 8. Og ég vona að þið fylgist með áfram. Takk. Sælan á Suðurlandi er engu lík. Hér er stórbrotin náttúra og yndislegt fólk og við hlökkum til að halda áfram að flækjast sunnlenskar sveitir. Komið heil og sæl. Við heilsum ykkur hérna úr Austfjarðaþokunni. Við höfum verið í loftinu síðan í febrúar og hefur það verið sannkölluð ævintýraferð. En fjórðungurinn okkar er fullur af skemmtilegu fólki sem er að gera áhugaverða hluti og tekur á móti okkur með bros og vör. Það eru mikil forréttindi að fá að deila þessu með ykkur og við viljum þakka einstaklega miklar og jákvæðar viðtökur. Við sjáumst á fimmtudagskvöldum í vetur. Já, aðþáttaserían er eins og áður segir svona hryggjastykki stöðvarinnar. Það eru þessir fjórðungar sem við erum að starfa í og í góðu samstarfi við fólk á svæðinu. Þess væri það náttúrulega ekki hægt og við erum kannski meira í svona áttina því að gera svæðisfréttir eða vera svæðismiðill og við fórum nú í samstarf við Austurgluggann sem er svæðisfréttamiðill á Austurlandi. Segðu okkur kannski til að byrja með aðeins frá Austurglugganum. Hvers konar? Já, Austurglugginn er vikublað og hefur verið gefið út síðan 2001 og þetta er blað sem tók við af gömlu flokksblöðunum sem voru til eins og menn þekktu í gamla daga, voru víða gefin út flokksblöð og svo leið tími þeirra svona undir lok og þá var ákveðið að voru dugmiklir aðilar sem ákveða að það mætti ekki gerast að það var ekki gefið út svæðisblað og þá verður Austurglugginn til og hann hefur verið gefin út síðan. Og þetta hefur svo sem ekkert breyst, það er ennþá jafn mikilvægt að það séu svæðisfréttir. Og síðan var eitthvað sem hét Austurfrétt? Mikið rétt, þetta er sem sagt, við gefum út í rauninni 2 miðla. Það er að segja, við erum með vikublað Austurgluggann, svo erum við með vefmiðlinn Austurfrétt. Það er svona breytingin eða þróunin í þessari svæðismiðlun og hún er að fara inn á netið eins og flest annað og það er bara góð og mikil samleið í því að vinna þetta saman. Og svo komaði þessari spurningu. Eru þið til í samstarfi að gera þátt að austan? Já. Hvernig kom þetta inn á það að þetta tengist, þar að segja að vera svæðisfréttamiðill og vera svo í þessu? Já, það hefur verið markmið hjá okkur sem að vinnum að fjölmiðlunum fyrir austan og við viljum vera svolítið alhliða og við viljum eiginlega að það sé til á Austurlandi eining þar sem er starfandi fjölmiðla fólk. Við heldum að það sé rosalega mikilvægt fyrir svæðið að þetta snýr bara fjölbreytni í rauninni bara í atvinnulífi, tækifæri og möguleikum fólks til að starfa úti í landsbyggðunum, að það sé einhver kjarni sem að vinnur að fjölmiðlum og það sé líka á Austurlandi, það sé ekki bara, á stóru stöðunum og þetta var alltaf draumur okkar að geta gert meira þannig að það var í rauninni mikil himnasending þegar að N4 lýsti yfir áhuga á því hvort að við vildum feta í þau risastóru fótspor sem Gísli Sigurgeirsson hafði markað þarna fyrir austan en við vorum til í að takast á þetta og bara með ofboðslega flottu fólki held ég höfum
staðið okkur bara þokkalega. Ég held að enginn reyndar sé alveg jafn skreflangur og Gísli, þannig að það var erfitt að feta í sporin. Það getur enginn. Já, það getur enginn, en eiga síður þetta svona, að þarna var ákveð og menn vildu halda áfram og það er ákveðin hugsun í því. Menn vilja segja frá svæðinu sínu. Við viljum að bæði innan svæðisins og kannski ekki síður á milli svæða. Algjörlega, það er okkur afskaplega mikilvægt. Þetta er kannski snýraðins af því líka sko að við segjum svæðisfréttir á prenti og á vefnum, en við viljum einmitt líka sko segja, þessar dægursögur og okkur finnst að þær eigi ekkert síður erindi einmitt út fyrir svæðið. Að menn átti sig á því að þarna er blómlegt mannlíf og það er margt óbóðslega skemmtilegt að gerast og þess vegna var þetta svo gott tækifæri. Þú ert búin að vera að starfa í þættinum. Hvernig er upplifun þín á viðbrögðum fólks og bara því að taka þátt í þessu verkefni? Sko, í fyrsta lagi þá hefur það komið okkur mjög mikið óvart hvað er auðvelt að fá viðmælendur. Ég einhvern veginn hafði gefið mig þá mýtu að fólk var eitthvað feimið eða að það ætti óþægilegt að koma í sjónvarp, en bara þetta er yfirleitt bara eitt símtal og svona eftir að hyggja höfum rætt þetta, kannski er það okkur til tekna að vera að austan, vera frá svæðinu. Fólk er löngu hægt að kippa sér upp þegar ég Gunnar hringjum sem er búin að vera mjög lengi í blaðamennsku og byggðum við viðtal, þannig að þetta er orðið bara einhvern veginn svona, þetta er ekkert svona feimnismál lengur og fólk alveg bara, eins og ég segi, þetta er bara yfirleitt eitt símtal og við erum bara komin inn á heimili. Hver er helsti munurinn á því að vera þá í Austurfrétt og Austurglugganum í þeim jakkafötunum þann daginn og svo vera í þessu? Þetta er bara ofboðslega mikið ævintýri að fá að prófa þennan miðil og þá sér maður eins og hvað tækni fólki okkar sem hann Hjalti og Heiður er að gera stórkostlega hluti, því að þetta snýst að mér finnst að mestu að segja sögu með myndum og þau eru svo ofboðslega klár og þá verður sagan svo lifandi, þannig að það er nú kannski svona, þetta er í rauninni ekkit mikill munur að taka sjálft viðtal fyrir blað eða vef eða sjónvarp, en það er þetta að sagan lifnar svo mikið við. Það er nú það sem er aðalatriðið, þó að það séu við sem eru kannski fyrir fram að vélarnar að þá gerast töfrarnir baku vélarnar og í eftirvinnslunni. Þar ef að það getur breytt bara frá því að vera allt í lagi eða yfir í eitthvað frábært. Já, og við búum ofboðslega vel og erum mjög heppin að hafa þau frá tókutækni og þau eru bara fagfólk fram í fingurgóma og hjá þeim verður sagan, hún lifnar við. Upplifið þið viðbrögð á svæðinu og utan svæðisins? Já, mjög jákvæð viðbrögð og fólk kann mjög vel að meta það að það sé verið að sinna þessu verkefni, að segja sögur af svæðinu og að miðla því áfram. Þannig að við fáum mjög jákvæð viðbrögð á það allt saman og erum auðvitað bara stolt og glöð yfir því og ég held að einmitt þetta hafi kannski, við höfum náð markmiðum okkar held ég að þýlitinu til að sko, eins og Kristborg segir svo réttilega, það er fagfólk á svæðinu og sko, það er fólk sem er gott dagskrárgerðarfólk, það er gott tæknifólk og okkur langaði til þess að koma þessum hóp saman og skapa forsendur til þess að hann fengi að njóta sín og ég held að við höfum alveg náð því og fólk á svæðinu kann að meta það að ég held að sé bæði ánægt með það sem við erum að gera og ég held að sé líka stolt af því að það sé verið að gera það í heimabyggð. Algjörlega og það er einmitt það sem við höfum lagt áherslu á að það sé ekki endilega verið að senda. Við þekkjum það nú stundum við talum sérfræðinga sunnan þegar við erum frá Akureyri og svo eru aðrir sem tala sérfræðingana frá Akureyri þegar þú alltaf að senda þá að vinna í góðu samstarfi við heimafólk og það gerum við auðvitað líka. Það átti ekki heimangengt, Margrét Blöndal sem að sér að sunnan og síðan hún Hléti sem sér að vestan, það er sko veðurteppt norður, það er eða veðurteppt norður, það er ekki flogið, þannig annars væri það nú kannski hér hjá okkur, en við erum sem sagt að norðan, að sunnan, að austan, að vestan, allt fólk á svæðinu og ef ekki bara haldið svo áfram með það? Jú, og ég að skjóta, bæta við það sem Stefán segir, mér finnst líka sko það er svo mikil viðbrögð og kannski, ég veit ekki hvort ég verið einhverju búblu, ég held að væri bara hort á þetta Reyðarfirði. Það er hort svo, við fáum mjög mikið viðbrögð, ekki bara úr heimabyggð. Jú, þar er fólki svo þakklátt fyrir að segja okkur frá öllu þessu frábæra fólki og hvað mikið með verið í fjórðungnum. En svo fæ ég reglulega bara skilaboð bæða utan frá fólki og fólki sem
brottflutt bara takk fyrir að hleypa mér heim í hálftíma á viku, takk. Þannig að það svo fallegt líka. Æðislegt. Þannig að þetta kannski skiptir bæði máli fyrir sjálfsmyndina og síðan að koma fleiri skilaboðum heldur en það sem verið að miðla í formi frétta. Já, það er það sem þetta snýst að bara sýna þetta mannlíf og það sem að gerast á svæðinu og það einmitt margir þakklátir fyrir það eins og Kristborg segir. Maður hefur heyrt frá brottfluttum og svo hefur maður alltaf bara heyrt frá fólki all land og í útlöndum sem hefur ánægju af því að horfa, jafnvel þó það hafi ekki nein sérstök tengsl við svæðið. Og það kannski okkar metnaður bara að búa til gott sjónvarp. Það náttúrulega bottom line-ið bara. Sem að allir hafa áhuga á því og njóta þess að fylgjast með. Og það sem líka það sem að einmitt heillar okkur einmitt við þetta samstarf, af því að þú nefndir einmitt að sunnan, að vestan. Það ofboðslega skemmtileg og góð tilfinning að vera hluta af einhverri heild sem með svona þetta sameiginlega markmið að sýna lífið all land og miðla því áfram til annarra svæða og á milli svæða og þetta óskaplega svona, góð tilfinning að vera hluta af einhverju stærra og einhverju sem drifið áfram af miklu metnaði og mikil hugsun. Takk kærlega fyrir komuna bæði tvö. Og með þessu þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum í dag. Eins og þið heyrið þá leyfum við okkur að vera að tala sjálf okkur í dag. En við erum vissulega eins og Stefán Bogi segir þetta í lokin að vinna að mikilli ástríðu og hugsjón að þessu sjónvarpi þar sem að það eiginlega kannski í efsta sæti að opna dyrnar að landsbyggðunum sem við segjum meira að segja tölum alltaf í fleirtölu því að þær eru ólíkar í eðli sínu. Og ég vona að við getum haldið því áfram og að þið áhorfendur góðir haldið áfram að stilla á N4. Takk fyrir að leyfa okkur alveg eins bara tala okkur. Góða helgi.